Halló. Hæ, Hæ. rosalega heyrðist þetta vel. Ekki. Það er ég. Allt annað. Allt annað. Erðu, Og af hverju er það? af hverju er það, Óskar? Já, ég segi það, vilt þú segja það? Ég skal segja það. Þú skal segja það. Erðu, við erum með styrtar aðila. What? Já, við erum komin með styrtar aðilan Íslandpolland.is Mikið rétt. sem er með allskins vörur til sölu Já, og er að styrkja okkur í þessu podcasti. já. Og þökk sé honum þeim. Þökk sé þeim þá hérna erum við konum með þessa fallegu mikrofona. Já, og þeir eru eins. Þeir eru eins. Það er rosalegt. Við vorum með mismunandi mikrofona Já. áður, sko. Og með svona skúter mikrofon. Já, við höfum rockabilly í dæmi, sko. Já, sem var samt mjög nett, sko. Já, alveg cool. Já. Núna erum við meira professional, Núna erum við professional. Nú erum við bara hlaðvarp. Nú erum við, já, loksins. Sem er bara Til hamingju, Óskar. til hamingju Greisbyrgu. Við erum hlaðvarp. Og já, ná. En hvernig vika er búin að vera? Lóða mér að gúlpessu. Vika mín er bara búin að vera þokkaleg. Já, Já. þokkaleg. Er það ekki búin að gera neitt, eða? Dekkið á hlaupagólunni sprakk í dag. Nei! Jú, í gráið samt. Þannig, En hvað gerir maður? Hvað gerir hlaupahjóla Óskar þegar dekkið er sprungið? sko, það fylgdi með svona langur, 10 cm langur svona stubbur Já, til að stinga í, dekkið. já, Og ég held að maður þurfa að vera með, sko, skal ég segja þér, pumpu. pumpu. Já, því að það virkar ekki að blása bara í gegnum þetta. Virkar ekki. Nei, ég var orðin bláar í framan en það gerist ekkert. Já, þú þarft pumpu. Já, þannig ég þarf að köpa pumpu. Já, pumpu. Áttu pumpu? Já, er þetta ekki bara svona dekki, hjólapumpa? Já, ég held að. Já, svoleiðis. Ok, þá kannski, Ég get lánaðar hjólapumpu. takk fyrir það. Já. Eitthvað fleira, ég raunin ekki, bara vinna og chilla og vinna og já, bara lífið, sko. Lífið. En þú, Krispur? Life, good. Ég, vinna. Já, Já, chilla. chilla. Og- Það er ekkert merkilegt sem heldur gerðist í vikunni neitt. Ekkert eitthvað frásagnar hæft, má segja. Það er svo sem bara vinna, held ég. Já. Rosa skemmtilegt. Þetta er alveg, við þurfum að fara að gera eitthvað, sko. Það er náttúrulega, ég fer bara í sumafrí, Já, ég líka reyndar. þannig að þá kannski gerist eitthvað. Já, eitthvað frá að segja. En við erum komnir hingað til að tala um eitthvað allt annað. Já, Já, það er rétt. hvað erum við að fara að tala um? Við erum að fara að tala um svona jam og partí og Já, skemmtana heit og svona allt sem að tengist í að hafa gaman. hafa gaman. Já. Ég bjóð til svona sögu, Já, eins og ég hef gert í nokkrum þáttum. já, við elskum sögur. Þetta er svona vandamála saga. Mm Ertu tilbúin fyrir það? Ég er tilbúin. Þú ert tilbúin. Mér lýnir þess að ég komin til New York borgar eða eitthvað. Það er ekki. Já, Djam og meira djam. Hvar er veskið mitt? Hvar er jakkinn minn? Hvar er ég? Djammið getur verið vandasamt. Og oft fylgir djamminu vandamál. vandamál. Hver hefur ekki lent í því að tínast á djamminu? Týndur. Allir farnir þvers og kruss og veist ekkert hvert þú átt að fara. Að vita ekki hver á að kaupa næsta ránd. Að gleyma dansborinu sem þú ert búin að æfa þig heima. Djam, djús og drykkir. Að vísu er það gaman, en á öllum stöðum leynast vandamál. Þekkir þú þessi vandamál? Við gerum það. Og tveir loðnir erum með ráð við þessu og svo meira náttúrulega. En það ekki? Algjörlega, sko. Við erum með ráð fyrir öllu. Já. En það erum við vandamála. Hvað erum við eiginlega? Erum við svona ráðgátu menn eða vandamála leys? Við erum vandamála leysarar. Já, vandamála leysarar. Já. Pjú. Já, Já. akkurat svo leiðis. Það ekki. Þetta var nú ekki mín besta saga, sko. Nei, þetta þarf ekki alltaf að vera fullkomi. Við erum ekki í útvarpi, við erum í hlaðvarpi. Já, við erum í bara hlamnan. Já. Djam, Óskar. Já, maður. Þú ert náttúrulega þekktur djammari í borginni. Já, Já. er það? Já, það er allir talað um Óskar
Óskar Hjartarey Óskar Hjartarey já, í Stokkólmi í Stokkólmi, já, já, í Stokkólmi og þar varst þú náttúrulega á flegi ferð já, ég var á flegi ferð með bara vegabrifið mitt og bara í og Rassvasunum þar hittiru einmitt hann Fluttare Fluttari sem svon barnabarn Fluttare Hitturi sem konungurinn í Stokkólmi nákvæmlega bara í Stokkólmi já, hann konungurinn hann konungur konungsins já. En við höfum djammað nokkur sinnum, Óskar já, nokkur sinnum bara nokkur sinnum já. Hvað gerir þú þegar þú ert týndur á djamminu? Ég fyrir bara heim sko Er það þitt go to? Það er bara það sem ég hef alltaf gert bara, ég að skemmta mér með ykkur eða öðrum eða einhverjum já. Og svo bara ég allir einn já. Og ég bara ok, ég einn, ekkert mál fæ mér kannski eitt drykk, labba svo út og svo bara, hei, hvað er þið? Og færði ekkert svar já, þú veist, enginn að spá í símanum enginn batteríslaus eða eitthvað og ég bara, hvað er klukkan? 2:30, ok, ég fer bara heim já, ok, það er svo sem lausn á málinu að fara bara heim en þú, hvað gerir þú? Ég á það til að fara bara eitthvað annað já, bara einn já, og djamma með einhverju svo hitti maður einhvern sem maður þekkir og djamma með honum og svoleiðis já, ég var alveg lent í því en við erum með nokkra djamsögur Óskar, þú varst búin að finna einhverjar ég hef búin að rifja eitthvað aðeins upp með sjálfum mér í dag já. Og það var eins og það var sennilega svona 2015 jólin 2015 ekki jólin sjálf, jólatíminn bara verum specific það var búið að vera einhver svona gæi að spila á gítar alltaf niður í bæ svona eldri maður var alltaf held ég man ekki nákvæmlega hvað hann var, bara niður í bæ segjum það bara og hann var alltaf að spila okkur góð lög og bara söngi eftir vel og var ekki eftir nettur og ég var fann að elska hann svo mikið já. Búin að sjá hann þú veist oft bara þegar ég fór niður í bæ og svona þannig ég ákvað bara þú veist stutt í jólin og svona ég fór bara inn í 10-11 og ég bara gaf hann mandarínu sko já, og var hann með svona tösku svona money tösku já og þú setti mandarínu nei, ég keypti heilan kassa mandarínu gafst hann heilan kassa af mandarínu já og hvað sagði hann? Hann var rosalega þakklættur fyrir þetta og bara var meir sko nei jú, hann var meir sko já hann var meira sem meir en meir já. Ertu að segja mér það að tónlistarmaðurinn sem var að spila og afla sér fé já hafi verið það þakkláttur að þú keyptir mandarínu-kassa á hvað kostaði hann þá? Þetta var 1000 kall? Er þetta ekki alveg pínu præsi? Ég veit það ekki. Nei. Og gafst honum mandarínu-kassa í staðis að bara fara í hraðbanka og gefa honum pening sem hann hefði getað keypt eitthvað annað en mandarínu-kassa. En ég meina, allir elska mandarínur. Sérlega þeir eru góðar. Þetta voru Þarna Robin? Já. Nákvæmlega. Já, það er nú fallega gert að þér. Já, ég vildi gera eitthvað fyrir kallinn sko. Já. Ég held ég voða fáar svona sögur af mér hérna í nýri miðbæ sko. Nei, já, en ég man eftir bara nýlegu atviki held ég rétt fyrir COVID. Nýlegu atviki? Já. Þegar þú kveiktir í skóninu einum. Já. Hvernig var svo saga? Já, góð spurning, Óskar. Góð spurning. En ég var að sem sagt vorum að júbelera áttum útskriftar ammæli bekkurinn minn í mennskólum á Laugarvatni og við ákvæmum að halda upp á það og það því það var búið að cancela öllu út af COVID það voru þar fjöldatakmarkina við gátum hist og skemmt okkur saman þannig að við fórum öll saman á Laugarvatn og það var svona útisvæði rosa flott útisvæði og vorum með varðeld og svoleiðis og ég var komin í glas. Já, var það? Já, ég var komin tími á það. Ótrúlega. Ég var komin svolítið í glasið. Ok. Og það var svona varðeldur. Já. Og ég hugsaði með mér, hvað gerist ef ég set skóna mína í eldin? Já. Og ég kveikti í skónum. Já. Og
og svo náttúrulega var ég alltaf að máta það af og til bara, já, þeir virka ennþá bara, eða, veist, nokkuð deginn Áttu það ennþá? já, þeir eru í skottinu bílum mínum Ennþá? já, Ok. og ég veit ekki af hverju ég gerði þetta ég get nú ekki sagt af hverju, þetta var bara forvitni Já, stundum gerist þessi forvitni bara út af engu, sko. já, þetta er bara forvitni Já. en svo einu sinni fórum við og vorum heima á þér, þá bjóst þú í Gráin Já, eins og núna. en svo núna, Vá. það er sko fyrir Selfoss Já. og við vorum að spila tölvuleik og drekka bjór og hafa gaman og hugsaðum okkur, bara við getum alveg farið niður í bæ Já. Já. Við þurfum ekki að taka taxi eða strætó. nei. Enginn að skutla okkur og ekkert svoleiðis. Þannig að við fórum ákveðum að fara í ferðalag Já. og löbbuðum Niður í bæ. niður í bæ Eins langt og já, komumst við allavega. vorum komnir helvíti langt Já. við stoppuðum í kirkjugarði og við fundum reiðhjól Já, við fundum reiðhjól og dekk, Já, við fundum dekk af reiðhjóli held ég. nei, Nei, ok. ég fann dekkabíl Hérna. Svo löpum við gegnum eitthvað svona fancy hverfi Já. og við bara, þetta fólk er heppið og við löpum alveg alla vegið að ég held að ferðin hafi stoppað í einhverju bensinstöð á N1 á Höfða. já, við stoppum þar vorum við sóttir Já, þá gáðum við upp. en við gáðumst ekki upp við vorum sóttir, Óskar Já. það voru konunur okkar sem hefðu áhyggjur af okkur að ákveða að stoppa ferðina og sagði, hinga þá ekki lengra Alveg rétt. þannig að við fórum aldrei niður í bæ Þetta klokkan var líka honum 4, það var búið að loka öllu og við vorum ekkert að fara að komast þannig að jú, eflaust myndum við komast á leiðarenda einhver tíman. en þá væri við svolítið, þetta var fíluferð ef við hefðum Já. hægt yfir opið Við hefum kannski fengið að fá bjóður einhver stöður. kannski, Já. en Óskar, Mm hvaða ráð hefur þú? Það er oft þannig að eins og ég sagði í söguna áðan Já. það er svona vandamál að þegar allir að svona, og ég tek þetta ránd og svo tekur þú næsta ránd og svo fer einhver að kaupa óvart 2 ránd í röð og svo fer að rífast hvernig veist þú hvaða ránd þú átt að borga fyrir? Hvernig veit ég það? Já, og hvernig leysum við þann ágreining sem kemur í vinahóp þegar búið er að kaupa nokkur ránd af víni og einn einstaklingur er búin að fara kannski sleppa þér en það glemdist og núna er komin rifrildi. Já. Ég myndi bara taka þetta á mig og segja bara, heyrðu, ég skal bara borga þetta ránd núna. Já, myndur taka the high road? Veit það ekki, sko. Ég er alltaf, sko, málið með mig er að ég hef enga skoðun Já, og ég vil bara allir séu sáttir og allir hafi gaman. já, Þannig ef að eina lausnin væri að bara borga næsta ránd, þá bara myndi ég gera það til að losna við þetta. losna við vandan. Já, no drama, sko. No drama. Já. En drama fylgir oft jamminu Jú, jú. og ég hef tekið þátt í smá þetta var ekki drama, í rifrildi á djammi Já. þar sem ég reifst við félaga okkar parmesanost í 2 klukkutíma. Já. Og þetta var svo hítið argument að þið lokuðu ykkur inn í gestaherbyggi. Já, við lokum ykkur af til þess að trufla ykkur ekki en við trufluðum ykkur samt að því við töluðum það hátt. Þetta, já. En það vil svo til að einstaklingur sem ég var að tala við talar hátt yfir höfuð. Jú. Þannig maður þarf alltaf að hækka róminn til þess að ná til hans. Já. Já, Þið þurfa að vera vildi ég meina. sama leveli. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki hvernig það er yfirleitt fór. Ég held að við endum á því að vera bara sammála með að vera ósamála. En ef við förum aðeins út í parmesan, Já, fyrst við erum að tala um þetta, já. hann var að meina að parmesanið í þarna Í kryddkrukkunni væri ekki alveg parmesan. væri ekki alveg parmesan. En síðan þá er ég búin að heyra að parmesan er bara venjulegur parmesanostur, er í rauninni ekki parmesan nema að sé úr parmesan héraðinu á Ítalíu eða whatever, mann ekki hvað það er. En já, það sem ég vildi meina að því að það stendur parmesan á krukkunni þá er þetta parmesan. Já, ég er ekki ósamlega. Já, þetta bragðast eins og parmesan. Þetta var bara það sem ég sagði. Þetta er bara eins og hérna stendur Red Bull
og þegar ég fyrir út í búð og kaupi Red Bull þá vill ég að sé Red Bull í dósinni minni. Já, nákvæmlega. En þetta er samt ekki alveg Red Bull nefnum þetta sé einmitt úr Red Bull héraðanu sem úr Bólalandi. Já, úr Bólalandi þar sem Bólur Bólsson stjórnaði með Bólungavík undir fæti. Já, allt þorpið var með. Allt þorpið var með undir Handakrika. Já. Sem þekkt hér að hliðin á Bólungavík. Handakriki. Já. Og allir þar heita Bolli. Já, nákvæmlega. Þannig að þar koma rauður búlarnir, rauður nautin, meina ég. Og framlega þetta kemur frá baunum, svona litlum rauðum baunum. Bólabönir eru kallaðar, já, nákvæmlega. Þar sem að allir bollarnir stappa ofan á baununum til að búa til Red Bull. Já. Og finna að drykkurinn ekki svona rauður, en berin eru rauð. Já, en einmitt safinn úr berjunum gulur. Já. Og svo kemur gósið einmitt úr eldgósin í Bólangavík. Nei, það kemur úr ölkeldunni hliðin á. Alveg, það er svona ölkelda. Það er ölkelda þarna, þar sem að þeir eru með slöngu úr kerinu, þar sem þeir stappa, skilur við, það er svona slanga, og það er tétengi sem tengir ölkelduna og það saman og í flöskurnar. Nei mitt, og ef þú drekkur svona ölkelduna ein á sér, þá stækkar það tippið. Já, nákvæmlega. Það er bara svo leiðis. Þessna eru bollarnir svolítið, þeir eru svolítið, eða þú þekki, veist hvað ég meina, skilur. Já, upp á sig, sko. Já, en djam, Óskar. Já. Já, djam, það er skemmtilegt. Það er skemmtilegt. Hvað fleiri sögur ertu með að djamminu? Ég? Já. Ég man hann úti í Stokkólmi. Þar gerist margir hlutir. Það gerist margir skrýtnir hlutir. Já. Sumir sem að má kannski ekki segja frá hér. Fólk verður kannski eitthvað sjokkerað. Hvað? Mér var búið þrísom. Já, þeir var búið þrísom af... Ég var hræddur. Það er alltaf, það er skemmtileg saga. Já. Þá var ekki eitthvað par, einhver gaur og einhver gælla. Gaur og gælla að segja bara hi, I was just wondering töluður þetta sænsku fyrst í mig fyttur og höttur að hilda þróhýja og ég bara I don't understand og þeir bara I'm sorry would you like to come join us in a threesome og ég nei takk voru orðnir tvítur? Nei, við vorum held ég allir 19 ára allir kringum þann aldrei 19, 18 Þannig við vorum eða bara ennþá hálfgeir krakkar sko. Þannig að ég held við vorum alveg tvítugir held ég. Við 2013. Við keyptum vín út í Svíþjóð. Eða ég veit ekki hvernig aldurinn þar en ég held að Ástþór hafi ekki verið. Nei, hann var 19. Ég man ekki. En já, þá veldi ég ekki, ég var hræddur. Já. Svo ferði eitthvað út og hittir einhverjar stelpur, ein dökkar, ein ljósar. Já. Og þetta manst þú. Ég man eftir því og svo erum við bara að reyna við þær eldum þær eitthvað út í raskat út í strætóskýli þær eru að borða eitthvað mest að slopp í mat bara hvort það var franskar og sósa bara út allt Já, þetta var mjög slappi og við vorum búin að eyða mjög miklu tíma í að reyna vera með Já, hún talaði ekki einu svona ensku sem ég var að reyna við sko. Nei, það sé ljósar það og síðan einmitt fórum við á svona einhvern nonnabita eða what er, nonnabetter og þegar það voru búin á matinn þá voru við bara, nú hljótu við að fara eitthvað en þá stóðar upp og pönduð sér meiri mat Já, við fórum bara þetta var bara lost cause held ég allan tíman, Óskar var þetta lost cause Já, það voru bara að reyna að drepa tíman til að losna við okkur sko. Það kunni ekki við þess að bara heyrðu félagi bara nei Já, bara nei takk En skemmtilega var að einn sameiginlegu vin okkar, Ástþór hann var úrslega reiður út í okkur Já, af því við vorum að fara tónleika daginn eftir Já. Eða sko, hann hélt örugglega að þessar stelpur myndi fara með okkur og drepa okkur. Nei. Hann var svo reiður. Hann var reiður af því að hann hélt að við myndum sofa yfir okkur. Og ekki hafa tíma til að gera og græja það sem við þyrftum að gera á morgun. Já, það var enda rétt. Já. Hann var ekki hræddur að við myndum deyja. Já. Ég var hræddur það. Var það sem þú varst að hugsa? Ég hugsaði bara, hvað það bara að loka okkur einhvert svo faraði með okkur einhvert lengst út í raskat og drepa okkur bara Óskar, þær voru að borða bara máltíð fyrir 4 sko. Já,
samt rosalega fitt og allt það, sko. Það skiptir nú svo sem ekki núna máli. Nei, bara, já. Já, en við áttum aldrei sjans. Nei. Við erum bara einhverjir feitir íslendingar, sko. Já, við erum bara bjánalingar sem heldum og engin sjans. Og síðan að leiðinni heima á hóteli voru við bara, hei, er þetta? Já, það var okkur fyndið. Það var gaman, sko. Það var gaman. Það er þetta, ég elska sænsku. Já. Sænska hljómar eins og þau sé alltaf að tala við leikskólabörn. Já. Bara svona, hei, elsku kallinn minn, viltu ekki bara fá þér ís? Eitthvað. Skilur þú? Það tala alltaf svona hittara, nei. Hefurðu unnið á leikskóla, Óskar? Nei, en mér langar að gera það. Já. Langaði, einu sinni. Já, ég hef unnið á leikskóla. Við tölum ekki svona við börnin. Bara, jæja, elsku Við segum bara þegiðu. Það er svoleiðis. Já. Nei, við erum þetta að gera það ekki, en það er ekki eins og sænska. Það var náttúrulega lengst út í sveit. Það eru aðra reglur. Já, það eru aðra reglur þar. Já, algjörlega. En, nei, við erum þetta á góðu börnum, við erum ekkert svona, hæ, þú og litli sæti strákur. Ekki, ok. Vá, hvað þú perlar ógeðslega, flott. Já, við erum bara, sjá hvað ég perlaði, vá. Já, make sense. Já. Það er ekkert svoleiðis. Nei. En, Óskar, já. Ég man eftir einni sögu að þér á Akureyri. Já, við ætlum að fara út í það núna. Já, við tísum þetta fyrir 10 þáttum síðan eða eitthvað. Já, við erum að fara þangað. Ok. Við erum að fara þangað. Hvernig eigum við að fara þessu Sko. á þess að neitt vesend kom upp? Ég leiði mig bara að tala. Leiðu þér að tala? Já, leiði mig bara að tala, býta eins, sko. Undirbúningur. Sko, þetta er náttúrulega, þú varst að hitta einhverja stelpu. Já. Og allt í lagi með, allt í góð með það. En síðan bara vildur ekki hitta hana lengur. Já. En þú kunnir ekki að koma því frá þér að segja, ég vill ekki hitta þig lengur. Sko, ég samt var alltaf að segja það, en hún tók það bara ekki í mál. Já. Þetta var svolítið eins og Chandler og stjórin hana. Stjórin? Já. Það var einmitt þannig situation, sko. Ok, þannig hún sagði bara nei. Já, hún bara, þú veist, það var ekki drama, heldur bara meira svona, ég bara skil ekki akkur þú vilt þetta ekki, skilur, og ég bara vilt ekki. Já, það er bara svona, þú kemur þessi punktur, að maður vill ekki. En allt í einu, þá vorum við að labba hérna á Akureyri, bara við erum á röltinu, bara dú, og við sjáum í fjarska þessa stelpu. Já. Og ég segi, Óskar, þarna er hún, og ég einhvern veginn segi þér að fela þig. Já. Ég bara, Óskar, bara felldu þig, viðst að þú varst að forðast þessa mannesku. Já. Nákvæmlega. Við vorum að labba fram í húsi. Þegar maður felur sig, þá fer maður oft bak við húsið og svoleiðis. Gerir það þannig, eða, já, Óskar fer bara svona í hliðin á húsinu. Já. Svona á hotni bara. Á hotnið. Þú eins og verður að fela þig í svona gluggatjöldum. Það sem sæjust ennþá í skóna þína. Þannig að við löpum og við þekktum stelpuna líka og sagðum hæ og hún bara, hvar er Óskar? Ég veit það ekki. Ég veit ekkert hvar Óskar er. Og svo lappar hún lengra og lítur fyrir hotnið. Og þar stendur Óskar. Ekki félum. Og horfir bara náttúrulega í sömu átt og hún er að horfa. Þannig að hún sér bara bakið á honum. Og mér fannst þetta, Óskar, þú hefði bara að fara bak við húsið. Ég hef náttúrulega búin að fá mér smá í glas. Já, þú kannt alveg að fela þig. Ekki þig komin í glas, greinilega. Greinilega. En alltaf, þá var þetta eiginlega bara búið þar. Já, þegar hún sá hvað þú varst lélegur í feluleik. Já, fólk vil ekki vera með einhvern sem er lélegur í feluleik, sko. Nei. Ertu okkar betri í dag? Það var bara komið í ljós, sko. Já. En þetta var svolítið skrautlegt. Já, en skemmtileg ferð samt. Já, þetta var fín ferð. Ég sofnaði við að borða hlölla. Já. Löng ferð heim. Já, það var miklu betra ekki sofa þarna á Akureyri heldur en í Stokkólum, sko. Já, í þessari hólu. Þessari hólu, þetta var bara ógeðslegt, sko. Þú ert ekki komin yfir þetta ennþá. 10 ára setna. Þetta var ógeðslegt, Óskar. Þetta herbyggi var minna heldur en þetta stúdíu hérna. Já, með koju, með 4 manna koju. Já. Já. Það er rosalegt. Með engum glugga. Nei, það er meira gluggi hér. Já.
með lítilli loftræstingu sem ég held að hafi verið biluð. Ef það hefði kveiknað í þá væri við steindauðir. Þetta var svo ógeðslega bara hitin sem myndaðist á nóttinni. Ekkert hitin, bara bliktin sem myndaðist á nóttunni. Allar þessar bakteríur grassirandi við étandi í McDonald's allan daginn. Þetta var alveg ógeðslegt, sko. Prumpandi og... Sko, það gata enginn kúkað alla ferðina þegar við borðum bara McDonald's. Það er svolítið mér ekki, ég átti engar pening, ég átti bara efni á McDonald's. En þú prumpar ógeðslegri lykt. Óskar. Bara allir Já, af allir. McDonald's. Já, nákvæmlega. Og þegar þessi lykt blandast saman inn í litlu rými, þá er ekki líft. Ég vaknaði svona 5 eða 6 á morgnana þó eftir langt jam bara til þess að fá mig ferskt loft. Já, og svo einmitt þegar við vöknum þá þurftum alltaf að lofta út. Við vorum bara með hurðina að opna fram á gang og vorum bara eins og mesti bjánar þarna með eitthvað fjölskyldu lið labbandi fram hjá okkur. Við so where are you from? We are from Iceland. Já. Þetta var superlegt, sko. Þetta var ógeðslegt. En það var samt alveg góð ferð. Það var mjög góð ferð. En mér langaði að spyrja þig, Óskar. Ert þú skemmtistaðakall eða partíkall? Ég er meiri partíkall, sko. Já. Það koma moment sem ég langa að geta mikið niður í bæ og bara dansa af sér raskatið og bara hafa gaman. En þá er ég alltaf meira fyrir svona fancy staði. Fancy staði? Já. Nei, ekki svo leiðis. Já, ekki svona ég er svo svullar hún yfir þig Það er eiginlega það sem gerist maður fær sér bjór og svo einhvern veginn skellir maður svona framan í sig og fær ekkert upp í sig. En þá er ég að tala um svona eins og Petersen-svítan. Ég elska Petersen-svítuna. Hún er bara svo falleg, fer í liftu og upp og eitthvað. Get töff. Og það er enda suppulegu staður en samt skemmtilegur. Pablo Disco bar. Það er alveg suppulegu staður. Rest in peace. Það er bara stikk gólf, sko. Já, og svo Miami. Ég elska Miami. Já, flottur staður. Og svona þannig staðir, sko. Ég fíla pubba, svona, setjast niður og spjalla staði. Já, það er oft staðir sem eru svolítið háværir. Já. Og stundum er bara mitt þægilegt að þetta inn á einhvern kósi stað og smá tónlist en samt þetta. Því við erum ekki dansarar, ég get alveg dansað en ég nenni ekki að dansa allan tíman. Nei, alls ekki. Og maður er ekkert að ná að spjalla neitt. Nei. Maður er ekkert að segja bara hæ, hvað segirðu? Hæ, ég er ekki neitt í þér. Segirðu? Já, og meðan þá sitja bara allir í þögninni bara Já. Þess vegna er ég eiginlega meiri partíkall, sko. Já, ég er partíkall líka. Eins gaman að mitt bara hitta góða vini og elda góða mat, spila töluleiki, eða bara spila whatever. Já. Og bara spjalla, gaman. Þið er það ekki partí. Já, það er bara... Bírpong og allt þetta dót. Það er gaman. Já. En ég hef farið í partí, sko. Já. What? Já, ég hef farið í partí. Í hvaða partí hefur þú farið í? Ég hef farið einu svona í partí, í bekkjapartí. ML? Já, Laugarvatni. Já. Og ég held að það svona partí. Ok. Og það kom svolítið fyrir í partíinu, sko. Ok. Já. Það kúkaði einhver í baðkarið. Új, af hverju? Veit það ekki. Af hverju er það klóst við hliðina? Ég veit það ekki. Við veitum. Og það veit enginn hver gerði það. En þetta í dag? En þetta einu dag. Það er enginn mann að koma fram. Új, maður. Af hverju myndum að gera það? Ég veit það ekki. Ekki nema manneskina að verið með tveimur öðrum stelpum að linni. Eða stelpum manneskjum. Myndi maður kúka í baðkarið og ekki einu svona skólað át? Já. Ég held það, ég veit það ekki. Hann hefur örugglega ætlað bara að vera ógeðislega fyndinn. En já, svo hef ég farið í nokkur bústaðapartí. Já. Og einu sinni þá fór ég í bústaðapartí og það vildi svo til að öll herbergjum voru upptekin. Það voru upptekin? Já, bara fólk var sofandi, bara öll rúm voru full. Ok. Og ég hafði ekki engan stað til að sofa á. Æ. Þannig ég raðaði 4 eldhússtólum í röð. Ok. Og svaf á þeim. Æ. Já. Var það þægilegt? Nei, ég svaf í einhverja 2 tíma og þá var held ég einhver að nóðu edrú til að kera heim. Ekki ég kera ekki heim. En það var einhver annar. Ok. Já.
En talandi bústaði og kofa, Já. þá vill ég minna á fólk á að styrtar aðli þáttarins er Ísland-Pólland og þeir einmitt eru að selja kofa. Þeir eru með, þeir eru með kofa, ég held meir fyrir að séu með einhverja bústaði, eða svona bústaðarsamsetning eitthvað. Og þeir eru með flott dót. Takk, ok, höldum áfram. Þetta kemur með einhverju. Þetta er svo nýtt fyrir okkur, við vitum ekkert hvað það mikilvægt. Djam Óskar. Já. Djam og djús. Hefur þú lent í einhverju svona rosalega á djaminu? Hvað áttu við rosalega? Ég, fyrir löngu síðan, þá lendi var ég í partí. Já. Og þú veist, það var svona þegar allir voru 16-17 ára, reynar ógeðslega cool fólk og eitthvað. Þá var einhver gæja þarna sem ég þekki ekki neitt. Hann var með svona 2 lítra flösku af hreinum landa. Og hann bara, sjá hvað ég er töff, eitthvað. Ég ætla að þamba þetta allt saman. Og þetta var landi. Og hann þambaði allt saman. Og dó hann? Já. Ekki bókstælega, en hann bara misti meðutund og það var hringt á sjúkrabíl og allt það dæmi, sko. Í alvöru? Já. Vá. Það var rosalegt, sko. Mér finnst það ekki sniðut, sko. Ég hef ég hef farið á nokkra staði á skemmtinu, sko. Og það var á Selfossi. Selfossi, já. Já, Selfoss er djam staður. Jú. Já. Og ég held ég hafi verið 17 ára. Ok. Og þá var kótilettan þá. Svo gott partí. Og ég mátti ekki fara inn. Ég náttúrulega var ekki 18 ára. Já. Ég var ekki maldur. Og dyravörðin þekkti mig. Já. Ég náttúrulega ekki komst oft inn á skemmtistaði þar sem ég leit út fyrir miklu eldri en ég er. Jú. Já. En dyravörðin þekkti mig og vissi að ég mátti ekki fara inn. Bara, ekki fara inn. Þannig að ég fór í dulargerfi. Wow. Já, ég fór í bíl hjá vinum mínum sem vorum á og fann grímu klifta úr Serióspakka. Já. Tók þá grímu, sett hann á andlit á mér. Svo fann ég handklæði, vafði því hausinn á mér, fór úr peysunni minni, var bara á bolnum og komst inn. Já. What? Já, ég komst á inn og var þá inni með grímu. Já. Og skemmti mig konunglega. Og svo kvöldið, setna, eða náttúrulega var aldrei dimmt. Já. Þá gerðum við svolítið skandal. Já. Og hvað gerist? Ég held ég megur og glælu segja frá þessu. Ok. Já. Þetta verður bara anonymous. Já, það var ekki ég. Nei, ekki. Það var ég. Það var aðrir. Ég sá þetta, já. Já. Já, ég sá þetta. Ok. Og þá voru við bílstjórinn okkar, þurfti að fara með vinkonu sína á slysó. Ok. Hún slasaði sig eða eitthvað, mann ekki hvað var. Og þau þurfti að bíða ógeðslega lengi, þannig að við vorum að bíða ógeðslega lengi eftir farinu okkar. Ok. Og allt í einu sjáum við í fjarska svona fiskikar. Já. Tómt. Nei, með klökum í. Ok. Það var bara svona fiskikar. Já. Og á tjakk. Já. Og við gerðum það þannig, þeir gerðu það þannig að ákveðum ég ætla bara að setja mig í fyrstu persónu. Já, við ákveðum að ferðast á fiskikarinu. Ok. Já. Bara með tjakkin uppi og eitthvað. Við tjökkum bara fiskikarið upp og vorum með 2 stráka að keyra, draga fiskikarið. Já, það var einhver stjórna, basically. Já, og svo voru við 2 sem sátum í karinu. Ok. Fullt af klökum. Það var fullt af klökum, já. Ok. Svo sátum í klökunum. Ok. Og Var það kalt? Nei, það var svolítið kalt, það var svona þægilegt. Ok. Og við sátum þar í klökunum. Ok. Já, og rúndum frá Hvítahúsinu. Já. Og að því málið var, við vorum svangir. Ok. Já, og þetta var eini faraskjótin sem við sáum. Þannig að við ákveðum að keyra. Já, Keyra á karinu, meikar sens. Keyra á karinu. Frá Hvítahúsinu í Washington. Já. Í pilsuvagnin í Chicago. Ok. Og við keyrðum alla leið í pilsuvagnin. Já. Og þau voru komin þangað, við ætlum að fara í lúuna, ég vil með lúuna bara, en það finnst Þá var bara allt lokað. Í pilsuvagninum? Já. Er hann ekki open 24/7? Klukkan var eitthvað, nei, hann er ekki open 24/7. Hann lokar eitthvað 5 eða 6 eða eitthvað. Ok. Og klukkan var á hann það margt.
og við bara, hvað erum við að gera? Og þá vissum við það að N1 sem er alveg hinum megin í bænum er opið. Þannig við rúnduðum á fiskikarinu Á götinu bara? á götunni Það klika. á N1 Já. og svo komumst við að því þegar voru komnir á N1 að fiskikarið gengur á rúðupissi. Þannig við fylltum rúðupissið á fiskikarið. Já. Og svo settum við bara fiskikarið til leðar og fórum inn á N1 og fengum okkur að borða og svo kom lögreglan og tók fiskikarið. Já. Já. Og vissu þeir að það var ykkur að kenna? Nei, við vorum bara inni að borða pulsu. Já, ok. Sátum bara, já, ok. Nei. Geggjað. Já. Það gerðist. Ok. Ekki. Það gerist ekki, nei. Nei. Góð saga samt. Takk, ég er búin að vera, mist gaman að semja svona sögur. Já, það er alltaf gott að koma með skáldsögur, sko. Já. Ég er með svolítið góða skáldsögur. Já. Þetta gerðist, Ekki. Þetta gerðist ekki í Vestmannaeyjum Nei. á þjóðatíð. Nei. Ok. Þetta er játning. Já. Þetta er fyrsta blackoutu mitt. Fyrsta og eina blackoutu mitt. Hefur þú farið í blackout? Ekki svo ég viti. Nei. Þetta var, já. Þetta var sem þannig. Ég tek svíjana með á þjóðatíð Já. og Jónu með mig líka. Man ekki hversu mörg við vorum, allána. Og ég bara erum að djamma og hafa rosalega gaman og þú veist, þannig að í dalnum og svona. Já. Svo basically bara vaknaði þetta en eftir. Ok. Það var bara einhvern veginn, það bara hverfur allt. Það er bara minnið bara hætti hana. Já. Ég vakna. Mm. Ég er í peysunni af vinum mínum Gústaf. Já. Ég er bara í peysun hans. Úlala. og Skál. og Já. ég er að spúna litla bróður hans. Og ég er stóra skeiðin. Og þeir voru í sérherbyggi og ég og Jón vorum í öðru herbyggi. Já. Og ég bara, þetta er skrítið. Og svo bara eitthvað Af hverju varst að spúna hann? ég veit það ekki að þetta í dag, sko. Já. Og ég fyrir bara eitthvað stöðlast inn í herbyggi mitt. Þetta var svona hús og við vorum með, sko, öðru fólki líka. Já. 4 herbyggi eða eitthvað. Og ég fer inn í mitt herbyggi og fer í buxur. Já. Svoleiðis. Síðan fer ég fram og ætla að fá mig kaffi. Þar situr einhver strákur að fá sér kaffi. Mm. Og hann segir bara eitthvað, heyrðu, hérna, sorry að ég sparkaði í nótt. Og ég bara, ha, hvað meinur? Já, þú bara lást eitthvað nakin á gólfinu og ég veist ekkert hver þú varst. Og ég ætlaði bara að henda þér út. Og ég bara, ha, gerðist það? Og bara, já, alltaf, ég man ekki neitt. Svo bara fæ ég mig kaffi og þú veist, hann bara eitthvað, segir mér sögur og eitthvað. Já. Svo kemur einhver túristi út úr öðru herbygginu og hann bara eitthvað, oh, so they found you eitthvað, og ég bara, ha, hvað meinarðu? Og þá var það svona þannig að það hefði fólk verið að leita að einhverju nögtum kalli út á götu og hvernig ég skil sögun er að ég held að veri ég. Já. Þetta var, Þú varst ekki í fötum. ég veit það ekki. Mér langar svo mikið að vita hvar frá dalnum og tilbaka hvað gerðist á þeir bíli. Já, það við munum aldrei fá að vita. Bara hvernig vaknaði ég í peysunni af Gústaf, stóri bróður, litla bróður sinni. Já, sem þú varst að spúna. Svo var ég bara að vaknaði í peysunni hans að spúna litla bróður hans. Þetta er bara eitthvað sem ég mun aldrei skilja, sko. Já, ég skil þetta ekki heldur. En náttúrulega Vestmannaeyjar, þjóðhátíð, það er skemmtilegt. Þetta er besta í heimi, sko. Finnst þið það? Mér finnst þetta ógeðslegasta sem ég veit um. Þetta er bara subbulegt. Það er það sem ég elskar svo mikið. Þetta er mesta subbulega hátíð sem ég veit um. Það eru allir ógeðslegir. Já, það er það sem ég finnst svo geggjað. Það er gott, já. Þetta er eini tíminn sem það mátt bara vera ógeðslegur. Já. En ég á einmitt nokkra sögur frá þjóðhátíð. Já. Og ég veit bara byggðast bara fyrirfram bara afsökunar til eins einstaklings. Já. Ég þekki það aldrei og ég veit ekkert hvað það heitir, en ég bara vil segja fyrir ekki að þetta var bara, ég fann þetta bara. Já. Og vildist til að það var vont veður, það var hvasst og svoleiðis. Ok. Og tjöld voru að fjúka. Já. Ég fann himinn af tjaldi. Já. Svona, og þetta var alveg stórt tjald. Og ég hugsaði með mér,
þarna skekkjan mín. Ég tek híminin og bindan sérst hálsinn á mér Já. og með lengstu skekkju í Vestmannaeyjum. Wow. Það var alveg 4 metrar. What? Já. Og hún alveg flökti í vindinum og var bara og ég vildi meina að ég væri þjóðhátíðar hetjan Já. og ég væri hér til að bjarga dalnum frá gósinu Já. og þetta var baksaða mín. Skil, make sense. Já, og ég er búin að labba og fólk stígandi á skekkjuna mína og voðaleiðilegt og svo kemur til mín strákur. Já. Og bara með bara svepppókan yfir sig. Horfir á mig og segir ég held þú sért með tjaldi mitt. Og ég alveg horfði á hann. Já, ég bara gjör svo vel. Já. Bara, ég hjálpa honum ekkert að setja þetta upp. Nei. Og þá fór ég sko, og ég bara gangi yfir. Ég vissi þetta væri lost cause. Það var fólk búið að stíga og þetta pissa og þetta rífa þetta og Allt var ógeðslegt. allt ógeðslegt og hann ætlaði að setja þetta yfir tjaldið sitt. Ég bara sagði félagi, reynda að finna þér hótel. Já. En allt í lagi. Og ég var búin að týna öllum vinum mínum. Já. En svo gerist á þjóðhátíð. Það gerist. Allt í einu ertu bara orðin einn. Já. Ég þá ákvað ég að fara að því ég veit þessum stað sem seldi kjötsúpu, þannig ég fór og fekk mér kjötsúpu og borðaði og veðri orðið betra. Sólin var komin upp og svo ég bara best að fara að labba upp að tjaldir að fara að sofa. Já. Og ég labba upp einhverju á götu og sé allir fólk í einhverjum garði að bara vera að djamma. Ok. Og ég bara, kiki. Og það voru allir vinir mínir þar. Já. Í garðinum að djamma. Bara einhverjum garði bara. Já. Og við bara erum þarna að djamma í þessum garði. Og svo kemur eigandinn á húsinu út og öskrar, drulleikur úr garðinum. Já. Þá leitu allir á konana. Átt þú ekki heima hérna? Við heldum virkilega að einhver sem var að djamma með okkur ætti heima hana. Já, ok. En það kom í ljós að enginn átti heima hana. Frábært. Þannig við fórum úr garðinum. Já. Og djammaðum síðan á leikskóla. Já, sem allir gera, skilur. Nákvæmlega. En þetta var, ég hef aldrei farið þjóðhátíð síðan, sko. Nei, hefur bara farið einu sinni. Já. Já, ég er búin að fara 2 svar, held ég. Ég held að eitt skipti fyrir mig var bara nóg. Sko, einu sinni gisti ég í þessu húsi. Já. Í seinna skipti gisti ég bara í kúlutjaldi. Já. Og einhvern veginn var það bara miklu skemmtilegra, sko. Verið kúlutjaldi? Já, vera bara í kúlutjaldi í dalnum. Já. Og vera bara í einhver svona hring með vinnuðinum. Já. Og vera bara ógeða saman. Já. Ég hitti líka tvífara minn. Já. Sem ég held ég mig alveg gefa hún sjátt og þannig ekkert að hlusta. Heiti Margeir. Já. Og ég bara man þegar ég var á þjóðhátíð síðast, þá voru allir að segja bara, hæ Margeir, og ég bara, hver í fokkanum er Margeir? Svo bara hitti ég Margeir og ég bara, wow, þessi guður er bara alveg eins og ég. Já, það? Eða svona 90%. 90%. Ekki alveg eins, en wow, hvað voru hann líkir, sko. Já, það finnst þið. Já, það er svipað gamlir og þú veist, fætum svo svipaðum tíma og kannski var þetta bara einhver tíndur bróðir sem var kastað út. Já, kannski eignast mamma en tvíbura og skildi henni eftir. Já. Já, djammið, þetta er hættulegt. Þetta er svolítið hættulegt. Og djamminu auðvitað eins og sagði, fylgir mikið af vandamálum. Já, og stundum einmitt vandamál daginn eftir. Já, og hver er þitt þinguráð, Óskar? Ert þú með eitthvað svona þingubana? Sko, besti þingubanin er einmitt á þjóðhátíð að fara í hérna gulu spýtbátana. Já. Það er eitthvað 1 eða 2 klukkutíma bara að ferð það sem þú ert út á sjó bara stökkandi á öldum og inn í hella og það er geggjað. Og þegar þú ert búinn þá ert ekki þennu lengur, sko. Já, ég get ekki svona. En síðan endar þú ferðina á einum helli og það er bar og þá ferður skot. Já. Og svo ertu búinn. Og þá líður bara vel, þú ert komin á land aftur. Já. Ég á ekkert svona, ég þarf að drekka 2 lítra af vatni og fyrir að sofa og... Já. En ég, sko, núna, þetta er náttúrulega magna hvað þetta breytist hratt. Sko, í gamla daga þá varði ég ekkert þunnur. Nei. En í dag þá er ég bara ónýtur. Já, það er það. Ég verður bara ónýtur. Það fer samt líka eftir bara hvað maður er að fá sér. Ef maður fær sér rauðvín, þá er maður sko bara átt. Það bara breytir engu hjá mér. Ef ég bara drekk bjór, þá er ég bara döður, sko. Það er bara eins og
það er bara þunnur, en það eru komið samtalið fyrir að ég sleppi við þinguna, það er gott, það er gott. Það er gott, sko. Yfirleitt, en þá er ég alveg heppin að yfirleitt vakna ég ekkert það þunnur og þá yfirleitt fer ég bara vakna ég fyrir bónus og kaupi bacon og pönnukökur svona í brúsa og svo er ég bara tilbúin að gera þetta alls saman og svo vakna fólk og ég bara, góðan daginn, gera svo vel. Síróp og það er voða næs. Og en þú veist, svo er bara, ég mitt eins og þú sagðir, þamba vatn. En náttúrulega, sko, einn vandamála sérfræðingur. Kristbjörgur. Nei, Vigfús Sebastian Mímersson. Já, hann var mjög frægur á sínum tíma. Hann drakk mikið. Já. Og átti sagt, til að gat leyst helstu vandamál á þeim tíma. Ok. Hann sem sagt, þinguráði hans var að setja engiferrót og vatn og blanda það saman. Og ég bara. Já, þetta er alltaf árið 1800 og eitthvað. Já. Þegar hann var uppi. Ég skil. Og hann drakk og borðaði gúrku líka. Gúrku? Já. Á það að virka eitthvað? Nei. Nei, ok. Nei, ég bara bulla, sko. Já, þú ert bara að bulla nú. Ég ætla bara að tala klassika tríóið. Já, tríóið, það virkar hjá mér líka. Það er svo þægilegt. Já, minnst það mínast. Svona áðurinn fyrir að sofa. Já. Og svo fyrir ég að sofa og vakna bara þokkalegur. Og svo er náttúrulega bara mæli með að fá sér hlöla lung. Nei, það virkar ekkert, sko. Það er bara drekka vatn. Nei, sko, daginn eftir. Daginn eftir. Þegar þú vaknar í smá bömmer og þá bara setja einhverja Disneymynd í gang og fá þér hlöla lung, sko. Bömmerinn er svo mikil bömmer, maður. Svona þingu bömmerinn. Ertu að tala um bömmer að sína sjá eftir einhver sem gerðist daginn áður? Já. Maður gerði eitthvað vitlaust, sko. Já. Það hefur alveg komið fyrir. Já, eins og með þessa vinkonu mína sem að ég vildi ekki vera vinur lengur. Já. Það var svolítið bömmer daginn eftir, sko. Já, við höfum öll verið þar. Maður þarf bara að taka því eins og því er. Þú getur ekkert breytt þessu, þetta er bara svona. Svona er þetta bara stundum. Já. En ég held, Óskar minn, við erum búin að leysa öll þau vandamál sem við getum leyst í dag. Ég meinu. Já. Þannig að mér langar bara að segja þessi þáttur er í boði Ísland-Pólland.is Nákvæmlega. og mér langar bara að þakka þér fyrir að hlusta á okkur. Já, hlustendunir. Já. Og horfa á okkur. Já. Það er alltaf ósaka. Þannig að ef þið langar að taka þátt í podcastin okkar, þá getur þið hringt í 792-2025 og skila eftir skilabóð. Nákvæmlega. Þú getur náttúrulega að lækað við okkur á Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Við erum allstafur. Já, nákvæmlega. Þú losnar ekkert við okkur, við erum alltaf hjá þér. Já. Óskar, bara takk æðislega fyrir samveruna í dag. Já, bara takk sem við leiðis og mér lakar til að djama með þér helgina. Já, en hvað eigum við að tala í næsta þætti, Óskar? Í næsta þætti skulum við bara hvað langar þér að tala? Gæludýr. Gæludýr hljómar mjög vel. Og vandamál tengt þeim. Það er mjög mörg vandamál tengt dýrum, sko. Allt og mörg. Kúkandi, pissandi, gubbandi. Já, og hár út allt. Hár út allt, já, nákvæmlega. Þannig að ef þú hefur lent í einhverju vandamálum tengt dýrum og vissir ekkert hvað að gera og langar að fá aðra lausnir á vandamálum, endilega hringdu í okkur og segðu okkur frá. Já, gerðu það. Já. Bróðir mér átti þessum gullfiskar. Já, dóðu þeir eða? Já. Ég heitu Bubbi 2 og Gunnar. Ég skilji. Já. En við tölum það bara næstu þetta. Nákvæmlega, alltaf það. Herri, eigið góðan dag. Eigið góðan kvöld. Já. Bye, krakkar. Bless.